Það ætlum að halda áfram í föstudagsþættinum. Verslunarmannahelgin náttúrulega byrjuð með pompu og prakt að venju. En það eru tvær hátíðir hérna í Eyjafirðinum sem eru nú sérlega skemmtilegir og það sæludagar í sveitinni hérna í Hörgársveit og ég nú fengi að taka þátt, búið að mjög skemmtileg hátíð. Og svo það síldarævintýri á Siglufirði sem að, já svona fyrstu fregnir hefndu að það yrði ekkert síldarævintýri en svo var allt í einu síldarævintýri. Við ætlum að komast að þessu öllu saman hérna. Verið velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Byrjum kannski á því. Þetta hefur verið papparassar sem að settu þetta út í lofti að það yrði engin ekkert síldarævintýri í ár. Nei, raunin ekki. Nei. Þetta þú veist, það sem var mjög gott, það var það sem að þróaðist að bæjarstjórn eða bæjarráð tók bara ákvörðun það að þeir myndu ekki halda formlega bæjarhátíð, síldarævintýri sem sagt. Og þá ákváðu við svo sem að grípa til þess ráðs að taka eiginlega bara, fá nafnið, lána hjá þeim og halda hana bara, rauðka sem sagt heldur í rauninu síldarævintýrið. Já. En þetta er skrefi rétt átt finnst mér. Þetta er það sem að okkur hefur langað til þess að hátíðin hafi þróast í rauninni síðustu 6-7 ári sjálfum sér sko. Já. Bærinn hefur verið að borga 7 milljónir í þessa hátíð á ári sem er náttúrulega bara bjánaskapur. Í staðinn fyrir að þjónustu aðilar haldi bara hátíðina sjálf fyrir miklu minni pening, miklu minni tilstand og í rauninu miklu skemmtilegri máta. Það er áhersla lögð á hvað að vera í bænum raunverulega alltaf. Já. Og það er verið að ýta því að í sjálfum sér í staðinn fyrir að vera að toga inn allt og mikið af einhverju utanaðkomandi hlutum. En þetta er náttúrulega breyst líka bara þetta konsept verslun. Þegar við vorum nú upp á okkur bestafinnum minn, þá var bara versló þing. Það gæti bara verið make or break í verslunarrekstri, heilu sveitafélagana. Það fóru allir og ég veit ekki, kannski er ég bara miðaldra og búin að missa, þú veist, er ekki lengur með puttan og púlsunum, en það er kannski bara meira að vera oftar heldur en var. Já. Þannig að kannski verslunarmannahelgi sem slík er kannski ekki orðin jafn, eða hvað, er ég að miskilja líka? Nei, í gamla daga snerist náttúrulega verslunarmannahelgin að láta verslunarmann vinna. Já. Frítíða verslunarmann og snerið það. En í dag er þetta náttúrulega orðið miklu ferðaþjónustan hefur gert það að verkum að það er engin sérstakur hápunktur í rauninu verslunarmannahelgi. Nei. Og þetta hefur dreifst miklu betur og byrjar alveg í maí og út september sko. Þannig að í sjálfum sér þetta konsept verslunarmannahelgi bara barnsins tíma og þetta er miklu betra eins og þetta er í dag. Þess að þetta dreifist yfir og það er erfitt að eiga við alltaf einn stóran hápunkt. Það er miklu betra að eiga marga jafna. Og svo kannski hefur þetta nú eitthvað með svona forvarnamál og almenna þekkingu. Þú veist, þetta snerist bara svona hreint út sagt, bara að verða blekkaður einhvers staðar á degi í einhverjum garði. Já, það er svona minningin mín best. Og það er svona með svona meiri fræðslu og utanumhald. Þá er einhvern veginn bara, já nei, við erum kannski ekki að markaðseta það. Nei. Endilega ekki. Það er ein hátíð fyrir það. Já. Skulum leyfa henni bara hafa það. En sæludagur í sveitinni er alveg, mér finnst það yndislegt fyrirbæri. Ég fór einhvern tíðan, lét mér detta í hug, örugglega bara því ég var að vinna í sjónvarpinu og bara dró manni minn, förum í Hörgársveit og við vorum örugglega tókum þetta þátt í kvöldverði með öllum í sveitinni. Yndislega hátíð. Segðu okkur aðeins frá því, þetta er semst á morgun laugardag. Já, þetta er við einblínum eingöngu á laugardaginn, þetta er sæludagurinn og þetta er búið að vera, þetta er ekkert alveg nýtt batteri, þetta er í rauninni samansafn af svona nokkrum hátíðum eða athöfnum sem hafa verið í sveitinni undanfarin ár. Það er út á Hjalteyri, þeir eru alveg með gríðarlega dagskrá og flottan pakka. Og síðan er svona hér og þar í sveitinni, það er svona ýmislegt fólk er að opna hús og er með svona bara bjóð upp á að opna garða eða skransölur eða kaffi eða hvað sem er. Og svo er Fífilbrekkuhátíð sem hefur verið í Hrauni í Öxnadal. Hún er síðan komin inn í þennan pakka núna líka. Þannig að þetta eru svona þessi 3 staðir sem er í boði. Og sko Hjalteyrarhátíðin, hún í rauninni byrjar 1987. Þannig að hún er þetta er ekki alveg nýtilkomið, en svona er búið að vera í breyttri mynd og er sem sagt orðin hluthæfis í dag.
og sæludagurinn byrjaði 2004 held ég í Arnarneshreppi og svo þegar sveitarfélögin sameinuðust 2010 þá var þetta svona að einni stórri hátíð í rauninni. Og þetta er bara það sem við reynum að virkja íbúana til að taka þátt og opna og það hafa verið opin fjós og opni garðar og alls konar sölur og ýmislegt í gangi út allt. Ég var í pottinum á Hjaltaríi vikunni, einum af bara mínum uppáhaldsstöðum í heiminum, þar sem maður getur setið í heitum potti í fjöru og hort á hvali. Alveg, þetta er geggjaður staður. Þá hitti ég nú 2 menn sem voru bara í óða önn við það að setja upp sviðin í verksmiðju, þannig að það er slegið til veislu og bara ball. Já, það er einmitt eitthvað, þeir enda alltaf, sem sagt Hjaltaríingarnar á því að vera með sameiginlegan kvöldverð og einhvers konar ball. Og það er reyndar núna þeir hafa verið inn í verksmiðjunni en núna í ár ætlar að vera úti. Þannig að það er bara krossi putta, það verður ekki rigning á morgun. Að það verður semst úti kvöldverður á morgun og trúbador og skemmtanastjóri og svo að vera kyndilganga og enda á svo flugeldasýningu. Þannig að þetta er bara Fífilbrekkuhátíðin. Já. Hvað getur sagt mér hana? Þetta er sem sagt í Hrauni í Öxnadal og þetta hefur verið, ég er nú ekki alveg á hreinu hvað þetta er búið að vera lengi, en þetta er samt búið að vera alveg í þó nokkuð mörg ár og hefur alltaf verið á sumrin, svona smá hátíð þar sem er farið með svona pínu verið að minnast Jónasar og það er verið að ganga þarna, þetta er bara svona stuttar gönguferðir svæðið og svo er oft einhver svona tala eftir að vera að fara með ljóð eða segja sögur eða eitthvað svoleiðis. Og í ár er Bjarni Guðleifsson verður sem sagt leiðsögumaður og er að segja frá ýmsu svona skemmtilegu bara sem að tengist staðnum. Þannig að það er náttúrulega bara algjör gullkista að komast í þá ferð held ég. Nákvæmlega. En hvað með dagskrána á Sigló? Hvað er að gerast þar? Það er nóg að gera og eins og ég sagði þessum áðan að hún snýst að miklu leyti að ýta að þeim þjónustu aðilum sem eru fyrir á staðnum. Þeir þjónustu sem þeir eru að boða, eru að bjóða og svoleiðis. Síldarminjasafnið náttúrulega með söltunarsýningu á morgun og stórt síldarhlaðborð meðan daginn. Síðan er Stúlli, okkar eini sanni tónlistarmaður á Siglufirði. Hann mundan harmonikuna daginn og við ætlum að vera með útigrill og þess að það. Síðan er hann með flotta tónleika á morgun, annað kvöld á Rauðku og síðan er landleguball annað kvöld, ef að veður leyfur, eins og Hjaltaríi, þá verður það úti, en ef ekki þá verður það inn á Rauðku og það hefur alltaf gengið vel til líka. Stúlli, þeir eru líka stundir tveir, Stúlli og Danni. Stúlli og Danni, ég man nefnilega, við fórum örugglega 15 kellingar einhvern tíðan til Siglufjarðar og okkur fannst þetta geggjað, þá fórum við á ball, þar sem að það var eitthvað Stúlli og Dúlli fyrir miðnætti og eftir miðnætti voru þeir áfram en þeir hétu eitthvað annað. Já. Það var alveg geggjað og þá var við mættum eitthvað aðeins fyrir miðnætti og við einhvern veginn svona vorum svolítið vandræðilegra því það voru allir bara svona einhvern veginn í samkvæmisdönsunum. Og svona klassísk íslensk þjóðlög og heldri borgarasamfélagsins og við skemmtum okkur þrælvel og pikkuðum upp hvern herramanninn og fætur öðru til þess að vöktum mikla lukku. Og svo bara sló klukkan miðnætti, sömu menn á sviði, breyttum nafn og fóru bara að spila sódómu og... Stúlli náttúrulega var að halda upp á 50 ára tónlistarafmæli sitt núna fyrir páskana og er búinn að spila með aragrúi af flottum tónlistarmönnum og þar alveg að kann hann alveg saman hvort það eru komnir sódómar, En þetta er bjótið við oft svona lítið svæði, við erum að tala varðandi berjadaga, þú getur bara haft marga hatta, þú þarft ekki að vera eitthvað eitt. Já, algjörlega. En ég get sagt ekki, þetta var ein mesta skemmtun sem ég hef átt, ég held að vera til 4 nóttina og dansa konga heim, Þetta var bara... Það er rosa gaman hjá. Alveg frábært, En svo erum við náttúrulega, leggjum við svo alltaf áherslu á í rauninni út til leiksvæði hjá Rauðku, þar sem við erum búin að koma núna upp bara, svona kastala eða leiktæki og rólum og blakvelli og mínigólfi og svona sem náttúrulega dreifur krakkanum svolítið að, Já, og okkur hinn. Já, algjörlega. Foreldrarnir geta sittið og fylgst bara með krökkunum og fengið sína stund sjálf. Það er voða næs, En svo er Amma Badama að spila á sunnudaginn og það verður náttúrulega alltaf jafn gaman
þegar þau koma á svið, sko. En svo eru líka strákarnir á torginu og í fiskbúðinni og búnir að fá leyfi til þess að loka miðbænum og vera þar með hoppukastala og svoleiðis. Þannig að það eru fleiri búnir að stökkva inn og sem akkúrat nákvæmlega það sem við viljum að gerist. Alveg geggjað. Þetta er náttúrulega bara magnað svæði hjá okkur við Rauðku og Hannesbói og þetta svæði þarna fram. Ég sá líka voru trilludagar, var ekki síðustu helgi? Já, það er æðislega hátíð. Hún er helgin og undan Verslunarmannahelgi alltaf. Og bærinn í rauninni er miklu meira inn í trilludögunum heldur en síldarævintýrunum. Og það er æðislega hátíð og það er eiginlega samvinnuverkefni á milli bæjarins, smábátasjómanna, Rauðku og kjörbúðarinnar í sjálfum sér. En Stúlli mæti þangað líka? Það er ekkert að vera á Stúlli, ekki? Nei, nákvæmlega, það er ekkert partí ánars. Að lokum kannski bara að það er hægt að nálgast upplýsingar væntanlega á Facebook. Já. Undir þá Sæludagar í sveitinni, síldarævintýri, eða bara inn á Rauðku kannski. Bara á sigló.is. Á sigló.is auðvitað, aðalvefnum. Og verður bara stuð helgina. Þið kannski kíkið á milli síðan á endanum. Það væri nú gaman. Það væri nú gaman. Það er stutt að fara. Nákvæmlega stutt að fara. Takk fyrir spjallið. Takk sömuleiðis. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.